Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Viðmælandi minn í dag engin annar en hann Geir Gunnar Markússon, næringafræðingur, oft betur þekktur sem heilsugeirinn. Og við tvö eigum það sameiginlegt að brenna fyrir það að bæta heilsu þjóðarinnar. Vertu velkomin. Takk Erla. Og takk fyrir að gefa þér tíma til þess að deila þinni visku. Bara minnsta málið, bara ef ekki hér þá hvar. En ef við bara dembum okkur í djúpu, hver Geir Gunnar? Geir Gunnar Markússon 48 ára, borinn og barnfæddur Hafnfirðingur, býr í Kópavogi og eiginkonu og 3 dætur. Og eins og segir, brenn fyrir heilsu og hreyfingu og bara almennu hollu líferni. Starfa á heilsustofnun í Hveragerði sem næringafræðingur, með einstaklingsviðtöl og fyrirlestara. Starfa líka mikið sjálfur með fyrirlestara undir nafninu Heilsugeirinn út allt land fyrir börn og gamalmenn og afreiksfólk og starfa fyrir Náttúrulækningafélag Íslands sem á heilsustofnun, skrifa mikið fyrir þeim á vef Náttúrulækningafélagsins nlfi.is allt sem tengist heilsu og heilsutengdum málefnum. Og já, og finnst fátt skemmtilegur en að grúska allt tengt heilsu. Hvaðan spratt þessi áhugi? Ég veit ekki, þetta kannski svolítið sjálf eða grunnhyggið. Ég held ég að veri 14-15 ára að vinna í Hafnarfirði í fiskvinnslu. Það var gott sumar og þetta hádegi fór allir í vinnufélagarnir fullt af unga fólki að vinna upp á þak á fiskvinnslunni og borðuðu hádegismatinn og voru í sólbaði og nokkrir strákarnir rífus úr á ofan þeir voru allir eitthvað svo köttaðir og flottir og mér fannst ég bara eitthvað svo tjöppi þetta gengur ekki, þú ert að gera eitthvað í þínum málum og einhvern veginn frá þeim degi þá fór ég að pæla meiri að hreyfa mig og borða hollar og svo vattu upp á sig alltaf verið mikið svona spásvöldi í mataræðinu. Mamma mér vissi alltaf ég færi þess átt og ég prófaði ýmislegt annað. Ég fór í matvæla- og næringafræði, ég prófaði landafræði, prófaði hagfræði. Ég held að skrá mig í verkfræði líka en svo bara var þetta alltaf eitthvað sem var og mamma beið bara eftir að sýna mér inngönguskilin í matvæla- og næringafræði. Það væri eitthvað sem þetta fari í. Já, hér ég hef ekki stoppað síðan. Þótt eftir sem að eldist þá verður þetta svona flóknara. Útskrifaði sem næringafræðingur 2006-07 allar það bara að bjarga heiminum og sigrast á offitum og annað. Þetta bara, við lifum í svo flóknum heimi og það er einhverja samfélagslega breytinga til þess að komin hotlustu og það er svona gott að heilsu Erlan og heilsu Geirinn eru til að reyna að berjast þess á móti. Til að sá fræjum hér og þar. Já, ég held að veit ekki af. Nú næringafræðin svo lifandi fag. Þú veist, ég var í mastersnámi í íþróttafræðum fyrir, hvað komin, 10 árið eða eitthvað svo. Og mér finnst bara síðan þá næstu búið að taka uppeyju og bara 10 árum fyrir þá var eitthvað annað algjörlega bannað að borða fleiri en 3 egg á dag og alls konar svona mýtur. Já. Hvernig hvar finnst þér þetta statt í dag og hvernig getur fólk vinsað út hvaða upplýsingar eru góðar og hver ekki, hverjum tíma? Hver réttar og hver rángar? Já. Við lifum mikil upplýsingaöld, ég held að fólk sé mjög, vitir rosa mikið af upplýsingum, en kannski orðið svolítið ringla hvað eru réttu upplýsingar þú segir. Og ég mæli ekki með að googla sér til heilbrigðis, það getur orðið oft mesta svona hæpið eða oft mesta brjálaði einhvern veginn fyrstu 3 klikkin eða fyrstu 3 eða 10 greinarnar á Google. Þannig ég myndi ekki fara að þanga í heilbrigði. Leita rótun, bara borða heilnæma mat sem næst náttúrunni og borða reglulega. Þetta samt verður svo, maður svolítið leiðilegur. Þeir sem ná athygli í dag eru þeir sem öskra hvað hæst og eru hvað köttaðastir og eru að öskra hvað fæstar hitaeining og nú miklu öfga. En hversu lengi endist maður í því eitthvað neinn, þannig að ég að hvetja fólk til heilbrigðis og árangri en meira svona til langfram og út lífið eitthvað neinn. En vissulega eins og talar það voru mikla breytingar og eins og talar eggin eru aftur komin inn og við erum orðin miklu meira meðvitaðir holla fæðu
og það eru miklu meira úrval af hollari fæðu. Ég var alveg upp, það var gremmiti, var kartöflur og rófur og gúrkur og tómatar eða eitthvað, hvað er orðið miklu meiri fjölbreytni og við höfum aðgengi ótrúlega góðri fæðu og heilnæmri en þetta er svolítið svona talað öfgana eins og fólk sem kemur á fyrirlestra svona, ekki að maður kemur á okkur stað heldur bókar fyrirlestra þeir sem koma á fyrirlestra eru nú þegar heilsu meðvitaðir, þeir vilja bara vera enn heilbrigðari. Það er ekki að bæta þessu vítamin við og ekki byrja að fasta líka og stunda crossfit en alltaf ná þess alveg 120% meðan þessi stóri hlupt fólk sem er lítið að spá í næringu er bara horfið kannski á þetta öfga fólk svolítið, guð, ég nenni ekki alltaf þetta leið. Hvernig náum við til þeirra? Við náum til þeirra og þeirra eigin forsendum einhvern veginn að ná að það er einhver nisti einhverjum öllum sem ég held við getum nátið þeirra en já, eiginlega verkefni allar sem eru stöðulega heilsu fólks að reyna að ná til þeirra sem næst hvað sjaldnast til einhvern veginn. Ég held að mannustjóri öllum fyrirtækjum og Íslandi séu svolítið líka að reyna hvernig nefnandi þeirra sem hreyfa sjálfur á skrifborðinu og ég skil eiginlega þá sem að setja bara skrifborð og horfa á allar þessar brjálæðing sem út að hlaupa í hádeginu og vera fasta og bara finnst þetta bara mikið, þetta er ekki fyrir það einhvern veginn. Mér finnst oft rót vandans vera eitthvað allt annað en mataræðið en mataræðið virðist vera samt það sem fólk svona á erfiðast með að ná tökum á. Ég hef tekið eftir þessu sem heilsumarkþjálfi, fólk leita til mín og við finnum kannski rót vandans og þá verður auðveldar að bæta mataræðið. Já, alveg svo. En mér finnst fólk vera að flækja líf sitt of mikið. Alveg klárlega. Og þá kemur þessu upplýsingaöld aftur og þetta er bara orðið of flókið og það er hægt að einblína á það sem einfalt er einhvern veginn og svo kemur aftur því ég er næringafræðingur en mikið að minni ráðgjöfi næringaráðgjöfi er orðið rosa sálarlegt. Það vantar svona sálfræðigráðu stundum og maður byggir svolítið á þessum 3 þáttum heilsuna, næringu, hreyfingu, svefn og sálarlífinu og þetta er einhvern veginn allt samtengt. Einn ástæðan fyrir það er lélegt matræði við daginn að það er illa sofið og mikið af kaffi eða orkudrykkjum eða stelast í nammið og þetta er einhvern veginn allt samtengt en það eru vítahringur? Já, vítahringur og einhvern veginn byrja frábært það sem markþjálfar gera það, heilsumarkþjálfar, en byrja að vinna með alla þessa þættur en að sjá hvernig eru samtengdir og það hefur gæst líka undanfæðan áratug kannski að við erum meira farin að skrifa tala svefnin, það er konar heilu bækurnar leiðbeinir fólki með svefn þannig mér finnst það flott að hann sé að koma svona sterkur inn af því að hann er svo stór hluti að við náum árangri í mataræðun og hreyfingunni Það verður vel út kvíld þá er líklega að við tökum góðar og jákvæðar ákvarðanir í mataræðinu bara alveg klálega og bara öll í okkar lífi bara tengt okkar vinnu eða að við verum betri í samskiptum og samband mun ganga betur við maka eða börni aðra Akkurat, það er algjörlega. En hvað er heilsa fyrir þér? Vá, þetta er flókin spurning. Ef þú hefur spurt mig fyrir einhverjum 20 árum þá hefur ég sagt bara holdt og gott mataræði en í dag ég myndi að heilsa ég einfaldi þetta sem minnst mest bara heilsa hamingja. Ef maður er hamingjusamur þá heldur maður sér nú komið aldrei gott. Orðið mjög nokkuð heilsusamlegur. Þá heldur maður sér líka farin að næra sér betur og er nokkuð vissum að einhverju hreyfingu sem gefur mann eitthvað þannig að en heilsa er þessir 4 þættir næring, hreyfing, svefn og sálatetri allt tengt saman í góða keðju og að halda langan fyrirlestur hvað er heilsa og ég held svolítið við getum spurt alla heilsu sérfræðinga heimi og líka hvern með einn einstakling held að koma mismunandi svör frá hverjum og hinnum en að starfa í þessu heilsufæi eða heilbriðis vísindunum á því þá svona þáttar mér svo að þetta er svolítið flókið samspil margra þáttar Það sem að hefur vakið mestan áhuga hjá mér síðastliðin svona 1,5-2 ár og hefur hjálpað mér svolítið sjálfri því að nú er þó að ég hugsi mikið heilsu þá hefur akkurat matræðið mitt verið svona minn akkilesar hæll. Það er einhvern veginn bara, ef það er einhver ójafnvægi í lífinu, þá er matræðið svolítið að fyrsta til að fara. Og ég hef ekkert farið lengt með það með þeim sem ég vinn með og fólk sem þekkja mig veit að ég elska súkkulaðirúsinu, nú fara einhver að hlæja. Okay. en það
það sem ég ætla að segja að þess að blóðsykurstjórn mér finnst það hafa svona opnað augum mín fyrir mörgu það eitthvað, þetta enn einn tískubylgjan eða að því að nú þetta byggt á vísindum allavega það sem ég hef lesið mig til hvað segir þú það? Ég held alveg klálega að það muni hjálpa okkur í framtíðinni við erum rosa mikið í svona græjur að hjálpa okkur ég hef með svona heilsúr á hendinni hérna Garmin minn og ég held að Apple kom með þetta og Samsung og það þannig að við erum að færa heilsuna svolítið í tæknina og ég held almenningur við erum að sjá afræðsíðóta fólk í dag komið blóðsykursmæla ef við gefum okkur horminn í kristalskúlun og held ég eftir svona 10 ár þá er almenningur komið með svona blóðsykursmæla Ég hef nú séð marga bara almenningur Já, ég segi það, þetta er orðið en þetta verður svolítið svona eins og úrin held ég og fólk verður bara í vinnunni á að fara að grípa í súkularúsinu að hlaupa nýri sjálfsvagn og mér prins og kók Nei, ég man ekki að hvernig mælinu sagði mér að blóðsykurinn fór bara upp í 20 og ég var bara þreytt á leiðinni heim og vinnunni ég fæ bara eitthvað hotlar og ég held að þetta muni hjálpa okkur eitthvað sé þetta er brjálega að horfa bara á blóðsykurinn en þetta verður gadget sem mun hjálpa okkur þegar blóðsykurinn er svona orkustjórnum sko. Og við erum ofta velja svo vitlaus meðul í því hvað við fáum okkur tengt blóðsykurinn Við höfum lítið borðað í daginn og í streitu og situ í skrifborðið. Þreytti skrifstofumæðurinn, hann fer niður í sjálfsala 2:30 til að ná sér í orku til að klára skýrsluna fyrir vinnuloka eitthvað neginn. En hann er að deyja á leiðinni heim í Hafnarfjörðum 4:30, hann er að sofna fram á stýrið. Af því að blóðsykurinn rauk upp, þannig að leiðinni heim er hann bara komin í lægstu gildi, bara mjög lágt niður. Af því að þessi skyndi blóðsykurstökk sem hann fekk að 3-4 leitið, keyrði hann rætt upp en hann fjall rætt niður líka þannig að sjá þetta svolítið á mælum að geta skýrt þetta fyrir fólki já ég skil og þreytunni sem verðan að setja í partin það eru súkkulaðimólarnir eða stykki sem er að halda með vakandi hann í vinnunni þannig að alveg á rétti að blóðsykurstjórnun verður svona orkustjórnun og mun hjálpa okkur meira og líka bara tölum heilsuna þú getur líka bara illa sofin það getur kert upp blóðsykur endalega streitt eða mikið áláðir ég þarf að fara í jóka en náður eins og blóðsykur en það getur líka þá bara tala almennt heilsuna, það verður ekki bara tengt í að borða hotlar sko. Þannig að ég áttaði mig eiginlega almennilega á því sko fyrir en þetta er svo merkilegt maður veit svo margt en það er eiginlega ekki fyrir maður svona prófað á einn skinni að það sko skipti miklu máli fyrir mann en BS-verkefni mitt þegar ég útskrifast af Laugavatni sem íþróttafræðingur það var nú áhrif hreyfingar á meðgöngusykursýki. Já, ok. Þannig að þá var ég að spá í blóðsykurinn þá fyrir öllum þessum árum, 2004, en var í raun og veru samt ekki búin að tengja það við sko, hvernig við getum stýrt með matar. Nei, varst ekki búin að sjá samikið eitthvað? Nei. Vissa hreyfingin geti lækka blóðsykurinn og hvað til fólk með þess. En þarna var bara að vera einblína á sykursýki og meðgöngusykursýki, en auðvitað gildir það sama fyrir en almennilega mann. Nei, já. Gaman að tala súkkulaðirhúsinu minni mig á. Ég tala oft í fyrirlestur rúsínur og súkkulaðirhúsinu tala mataræð og núvitund við borðum ekki nú meðvitað við erum að borða á hlaupum bílalúum, gefum okkur engan tími að borðum á 5 mínútum með að gleypa matinn og setjumst ekki við borð og tyggjum ekki 10-15 sinnum það er núvitundaræðing með rúsinu eða súkkulaðirhúsinu fyrir Erlu og ég læti af súkkulaðirhúsinu og svo segi tími, starta tíman en eftir 10 mínútum áttu kynkja en á þessum 10 mínútum ertu búin að sjúga súkkulaði eftir nokkra mínútur byrja að tyggja hana og svo segi tími og þá fer hún niður að þegar við erum vön að borða súkkulaði eins og Helgi í Gói bjóti svona kassa sem passar akkurat fyrir hendina okkur við fáum okkur svona lúka á 20 rúsinu og tyggjum þetta bara á 5 sekúndur og svo fyrir önnu lúka og við vitum að kassin við sjónvarpi horfin eitthvað neginn þannig að svolítið svona hám Ég fekk mér svolítið sjokk fyrir nokkrum árum þegar að ég hef aldrei verið að telja hitaeiningar og ég er ekki meðfylgjandi því sem eitthvað heilsusamlegt og þegar getur akkurat farið í öfga en það er kannski ágætt bara til þess að átta sig á því hvort þú sért að borða nóg eða hvort þú sért að borða allt of mikið í smá tíma og svo myndi ég ekkert endilega mæla með því en það sem það hjálpaði mér með var að ég komst að því að nartið mitt yfir daginn, það sem ég var að narta á milli mála var jafn margar hitaeiningar og máltíðina mínar. Já, ok. Þú veist, 100 grömm af súkkulaðirhúsinum
eru 420 hitaeiningar Nákvæmlega. og ég var kannski með 200 grama súkkulaðirósunum á dag. Já, Þú veist, maður fyrir létt með það já. yfir heilan dag, farið nokkra lúkur í kassan og 4-5 lúkur har þetta komið. Já. Og ég fekk bara pínu sjokk, bara hnetur og súkkulaðirósunir voru yfir 1000 hitaeiningar á einum degi og ég hugsaði, ég get sko fengið mig miklu betri mat og minkað aðeins magnið að fengið mig bara eina lúku af súkkulaðirósunum eða Þetta svona uppgötvun sem ræður svolítið fólki í næringaráðgjöf, fær fólk svolítið pæli í þessu, færi þú matadagbókan að láta fólk sjá hvað þetta oft mikið svona nasli milli mála sem að getur orðið miklu hollar og miklu meiri matur og miklu meiri mettandi, miklu meiri næring. Svo klárar þetta með súkkulaðirósinu, þetta fáðu súkkulaðirósinu, ég ekki að banna súkkulaðirósinu, en fáður í litla skál einhverjar 20 rúsinu og verða að maula þetta og þegar það búið og það það búið þá ertu meðvitund að náði meira eitthvað. Ég hef alveg, ég hef lært það. Mjög gott. Algjörlega. En úr einni, svona, þetta ekki tískubylgja, blóðsykustjórnun. Þetta er eiginlega bara svona fræði finnst mér, og mér finnst þetta að vera virkilega komið til að vera og hefur hjálpað mörgum sem ég þekki að byrja að borða trefjarnar, svo prótín og fytuna og svo kolvetnin svona aðeins seinna og ekkert að banna eitt kartöflunar, hrísgrjónin svo sumir og svo hræddi við kolvetnin en leið þú borðaði seinna í máltíðinni þá verður blóðsykursveiflan minni. Hefur þið kynntið þetta líka eitthvað? Já, aðeins ein ástæða talandi hvað ég er búin að spá mikið í næringafræði mann eftir mér borða epli. Ég oft enda hver einstu kvöldmáltíð epli, ég veit ekki, það eitthvað það tengist þessi bara náttúrulega mér ég bara borða kolvetnin hann lók máltíðarnar og það en svona djúpt í það hvort að mér finnst að flækja svolítið fyrir en almenna borgara, hann má ekki vera í stresskasti hvernig kolvetnin einföld með blóðsykurinn borðum matinn í staðin fyrir að drekka hann eitt appelsínusafaglas eru 3-4 kristar appelsínur borðum miklu fyrir ykkar appelsínun í staðin fyrir að vera að drekka ávaxtasykur, við myndum aldrei stúta heilli eða hálfri trópifernu eins og það veri eins og að borða 5-6 appelsínu, færu að borða 5-6 appelsínu, nei, þannig að borðum, fáum trefjan og það og þá er þetta svo miklu betur blóðsykustjórn talandi meðgöngu og blóðsykustjórnum Ragnheiður kona mín, Ragnheiður mín að nefna hérna hún fekk meðgöngu sykursýki og fengum heim svona mæli og það var mjög gaman að mæla og sjá blóðsykurinn. Einn daginn fekk sér epli og mældi blóðsykurinn, kom mér óvart hvað blóðsykurinn var hár. Svo daginn eftir sér fekk epli með hnetusmjöri og það var lægri blóðsykur þar, þá ertu búin að blanda fytunni og trefjunum saman við epli og þetta finnum við svolítið sjálf líka. Eitt epli klukkan 3, við erum ekki mett. Það vantar eitthvað meira konsistent í það vantar eitthvað trefjar, það vantar fytu, það vantar prótein, eitthvað hnetu með þessu, eitthvað hnetusmjöri, eitthvað svona, eitthvað sem að ég finni það að gefa blóðsykurinn meira böng, þannig að sem ég segi, ég fæ mér epli og ég veit bara svangari, sko. Þannig að það komið flott íslenskt nafn yfir þetta kallast kolvetna kápa. Já, ok. Að klæða kolvetnin í fitu eða prótein og þá minnkaru blóðsykursveifluna. Mjög gott, sko. Þannig að en fólk svo bókstaflegt einhvern veginn, ég alltaf svo reddur að segja eitthvað svona, gerðkonar að segja epli maður hættuleg, ég ekki að segja epli sem hættuleg, heldur bara klæða það í svo flottu kápu sem við talaðum hérna og þá er epli stendur lengur með þér. En svo líka svo misjant fyrir einhvern sem situr við skrifborð, þá hefur epli kannski þessi áhrif, en fyrir íþróttamann beint eftir æfingu, þá er eitt epli eitt og sér frábært, af því að hann þarf kolvetning, fylla kolvetning. Já, nákvæmlega. Eins og með íþróttir og næringu, hefur eitthvað kynntir það? Já, ég er ekki sérgrein í íþrótta næringafræði, en sjálfur mjög gaman að hreyfa mig, hjóla og hleyp mikið og það. Þannig að tengja það saman er eitthvað sem ég er reynt svolítið sjálfur og sem íþróttamaður og fyrir íþróttafólk þá er þetta allt önnur næring oft heldur en fyrir hinn almenna borgara. Ef þú ert afreiksíþrótti þá fyrir maður að tala um jafnvel fæðubótarefni, tala um makrósin, tala um prótein, kolvetni, fitu, setja það svona oft betur upp eftir í hvað grein þú ert. Mikil styrta þá náttúrulega konur meira í próteinin, þeir sem er í þólinu og meira inn í kolvetni þannig að ég ætla nú að nefna einn afreiksíþróttamenn Ari Bragi Kárason, góði félagi minn, Íslandsmeistari í, ég held kannski búið að taka hann með til 100 metrar hlaupi. Hann hafði með mig crossfit í smá tíma
og hann sagði, ræddi við hann fyrir nokkrum árum að bara, það hættulegt þessi keto-bylgja og bylgja að það vera að banna öll kolvetni og það sérstaklega fyrir oft afurðsýrðu fólk að hann hefði bara himinhöndu tekið þeim fór til einhver næringar þjálfara sem fór að segja honum að ætla að ná betri árangur í hlaupunum hann og liftingunum að setja inn eitthvað af kolvetnum líka til að fá eitthvað bensínin á vélina og hann bara, ég fegin eitthvað með viti komað inn í því að það er rosa mikið af svona mítum tengt íþróttanæringu og íþróttafólk er að leggja mikið á sig í æfingum og vill ná hámarksárandi líka í öllu sem við að gera og oft held ég þetta sé of mikið Instagram æði eða eitthvað sem maður sér af einhverjum sem er ekki mikið stutt nema einhverjum einum gæja sem er að selja jafnvel duftið eða sem hann er að prófa þannig og þá saman íþrótta og fólk og almenning þetta er nú förum bara svolítið í grunninn líka ekki að gera ómikla í vitleysu þannig að vita hvað erum að gera eða hlusta á mikið á allskyns boðskap sko. Við verðum líka bara svolítið ringluð íþróttafólk er með ákveðna stefnu í það kom íþrótta, það kom æfinga áætlun fylgjum henni svolítið, hérna er næringar áætlunin fylgjum henni svolítið stick to it næstu mánuðina og sjáum hvað það gerir ekki gummi æfingafélagi sagði ég ætta taka þetta burt, svo til bæta þessu bæti og fara fast á mótnan eða alveg taka 24 og slefti á borði yfir daginn, borða það bara eftir ég held að þetta muni gera æfingar árangum mun erfiðari sko þannig Það er náttúrulega bara mikilvægt að hlusta á eigin líkama. Því að hann segir okkur alveg hvað við þurfum en við lærum bara að hlusta á hann. En við erum kannski bara all skinnfærin okkar orðan svolítið brengluð eftir allar þessar upplýsingar. Það held ég, já. Og svo íþróttanæring, það er eftir hvað íþróttagrein út í tala sko. Við erum með mismunandi bara samsetning á orkunni og orku inn eftir hvað íþrótt þetta sko. Og svo erum við bara mismunandi einstaklingar það er alveg stærnum tölum blóðsykurstjórn en við erum mismunandi næm fyrir yngju á sykrum eða kolvetnum sko, þannig að það er bara marg sanna sig. Já. En hvað hefur að segja föstur? Er þetta heilsuefling eða er þetta öfgar? Vá. Erum við að fara eldfima Nei. En þetta er vinsælt topic í dag. Ég vildi vera eitthvað svona föstufræðingur, þú myndir selja mikið á gera eitthvað föstufræðingur Íslands. Mér finnst þetta spennandi koncept, en við leiðir þetta náttúrulega ekki mitt fag, ég er næringar og matvælafræðingur, ekki föstufræðingur, ég er að fá fólk til að borða hollan mat. Ef maður spáir svolítið föstur, að góða við föstur er að líka með þarf líka hvíld, að við hættum þessu sífælda narti. Og þannig að ég hvet fólk alveg í föstur, svona fyrsta fastan sem er rosa auðveld 12 að hættum að borða eftir kvöldmat semst við fáum 12 tíma til að borða og svo 12 tíma til að hvíla okkur getur reynda að tileika okkur þetta er nú fyrsta og einfaldasta fastan þetta getur lífstíl, þetta er lífstíl fyrir mér ég reyni þetta 6 sinni viku er 1 kvöld í viku sem lefum kannski eitthvað meira þannig að þetta við tilenga með mjög lengi og einfaldasta fastan en þetta er ekki, þú ert ekki komin í þessar ströngu föstu sem 3 daga vassfasta er eða annað En þetta er svona frekar einfald 16-8 þá ert að sleppa morgumat þú ert að borða frá hádegi fram á kvöldmat sem borðar í 8 tíma og hvílir meltingaveginni 16 þú nærður örugglega meiri árangur þyngdatapi öðru ef þú myndir bera þetta saman með 12-12 en ég held yfir lengri tíma er 12-12 meira fyrir almenning en ég held fólk sem vil ná okkur afurðsíðóta fólk mætti kannski fyrir að reyna við þessar strángari föstur eða það svolítið innan þar hvaða íþróttagreinu ert í en ég er líka rosa hræddur að tala föstur hérna af því að við erum með fólk úlinga og aðra ádröskun því mér er allt og algengu sjúkdómi með barna úlinga og þetta er algjört no-no fyrir það fólk að sjá og líka bara við sem fyrirmyndi sem foreldrar ég er orðinn 48 ára og hvað bóðskap er að senda til barnana sinna að þú ert alltaf að sleppa morgumatnum eða mamma er alltaf að gera þetta eða eru ekki ágæðin fyrirmyndir á heimilinu þannig að við passa okkur svolítið því það verður einn ókosturinn kosturinn föstu að líka með þarf alveg hvíld svona autofag eða frumu átar eða semst líka minn er að byggja sig svolítið upp í föstunni þannig að það er alltaf margir að taka þetta eftir erfiða æfingalótur eða annað svona, gefa honum smá hvíld það er bara allt í lagi sko. Ég hef aðeins verið að tilræna með þetta sjálf og
hérna áður fyrir hafði ég svolítið fordóma fyrir föstum en svo las ég bókina þetta mörg ár síðan, ég var að vinna sem flugfreyja á þessum tíma, bókina þarna 5-2 þetta Michael Mosley já. Og þetta var svona fyrsta skipti sem ég las mér eitthvað til föstur og það sem að festist svo í heilanum á mér var einhver rannsókn sem hann gerði á músum eða rottum að þetta voru 2 hópar, annar hópurinn hafði aðgengi að ákveðnum miklu mat allan sólarhringinn og hinn hópurinn hafði aðgengi að nákvæmlega sama mat, sama magni en bara í ákveðin tíma, kannski 8 klukkustundir á sólarhringnum og þau kláruðu alltaf, báðir hóparnir kláruðu matinn sinn og eftir einhverja, þú veist, ég veit ekki svo langt sem ég las það, en eftir einhver tíma mánuð eða meira þá voru mýsnar sem voru stanslaust nartandi farnar að sína lifraskemmdir og ég, þú veist, þetta eitt svona ræðslu áróður örugglega, ég veit ekki hvort maður flokka þetta sem það en mér þótti þetta svo áhugavert, þá fór ég að hugsa vá, já, föstur ekki bara einhver megrunaraðferð sem fólk að reyna heldur, það hefur alveg áhrif á líffærina, heilsufarslega áhrif og hvílir meldinguna og allt þetta þá fór ég svona að vera ekki eins hrædd við að sleppa morgumat og í mörg ár eftir það þá hafði ég hvort sem enga matalist á morgnana, þannig ef ég fór á æfingu þá æfði ég alltaf fastandi klukkan 9 kannski og borðaði þá morgunmatinn 10:30 sem ekkit rosa seint fyrir marga. Hvernig var æfingin? Var ekkert mál? Ekkert mál og ég gerði það í nokkur ár og ég var alltaf rosa orkumikil ekkert mál en svo kom að því að ég ætlaði að fara að keppa meira í crossfit ég ætlaði aldrei að vera að tala mig í þessu en það samt svo gott að sína dæmi því kannski samsama sig einhver að í COVID þá æfði ég alveg, hafði ég meiri tíma og ég æfði bara í bílskurnum fekk einhvern svona bara áhuga og ég var hjá næringaþjálfa þá og hún sagði prófaði að bæta inn morgumat af því að ég var þannig að ég æfði kannski hörkuæfingu og svo var ég borðaði síðan vel bara eftir æfinguna en ég var aftursvöng eftir klukkutíma og aftursvöng klukkutíma eftir það og aftur í þess að ég var í eltingaleik við sjálfa mig allan daginn að ná að fylla upp einhverja orkutankana. Ég prófaði að bæta inn mjög prótein og fituríkum morgumat og fullt af grammeti líka, bara grammeti og egg og jafnvel skinku eða eitthvað og ég bætti mig svo ótrúlega mikið bara fáránlega mikið sem ég bætti mig, ég var sterkari og léttist sem ég vissi ekki að vera hægt því markmið var aldrei léttast Þetta svona sikkur jafnunótt hjá fólki Já, en með því að bæta inn morgumatnum þá náði ég meiri gæði á æfingunum þó mér fyndist ég aldrei þreytt og að þá dugði síðan hádegismaturinn mér alveg lengi þú veist, ég var ekki í þessu kapplöpi þannig að Þetta svona mismöndi típur maður spyr oft fólki næringaráðgjöf hvort það sé að sleppa morgumati og ég var æfingu og allt en þarna þú þegar þú settir inn þá fannstu hvernig það gaf þeim meiri orku og líka er þetta svolítið að stilla svolítið mataræði hófi og þú ert ekki búin að borða allan morgunin verður ekki hádegismatur svolítið miklu meiri eða desetin líka ef þú ert ekki búin að borða neitt alveg síðan kvöldmat daginn áður eitthvað þannig að það er náttúrulega En þannig ég er sko ennþá í dag ef ég vakna of stuttu fyrir æfingu þá bara fer ég fastanda æfinguna mér finnst mjög óþægilt að æfa með fullan maga en dagana sem ég er ekki að fara á morgunæfingu eða morgunæfing fyrir mér er 9 fyrir aðra 6 og 7 en þá borða ég stundum ekki fyrir en seinna veist, það er svona svo líka minn þurfi veist, ég er að borða til að verða orku meiri á æfingunum borða fyrir heilsuna og ég held að svona 16-8 getur rýst vel fólki sem er ekkit sérlega aktíft á mótnana en ég held að morgumatur og talingum góð prótein og fita geti hjálpað svolítið til að halda orkunni að fá meiri gæð út á æfingunni En þessum ástæðan fyrir ég sagði nú þessu sögu er einfallega bara við þurfum bara að hlusta á líkamann og prófa okkur áfram. Já. Einn dag hendar morgumatur og annan dag ekki. Alveg klálega. Ég þarf ekki alltaf að borða klukkan 7 alldaga. Nei. Það er kannski þetta sem mér langaði að koma framfæra og kannski þetta er svo 1000 næringafræðingur. Ég get alveg kvitta undir þetta. Þetta er og gaman að heyra að þú reyndi áfram ekki bara stikt út. Ég má ekki valda lifraskemmdin, ég verð að halda mig við þetta 16-8 hérna og ekki vera eitthvað tréhaus bara eða
komdu inn og reyndu, prófaði áfram og kannski, fordóma líka, ég er sjálfur rosa mikill morgumatsmaður bara frá því mann eftir mér og ég keyri ekki inn í daginn nema með góðum morgumat einhvern veginn og ég get ekki farað á æfingu alveg tómur þannig að hvet vel flesta skjólstæðinga mína til að borða morgumat og reyna að koma inn að því maður sér alltaf oft í næringarákjöf, það er engin morgumatur, reyna að grípa eitthvað hádeginu og einhverjum á góðum hádegisverð, oft stærri en þau vonuðust til, lítið yfir daginn og risa kvöldmáldi og svo nart fram á kvöld eða jafnvel fram á nótt. Það mætti koma eitthvað af þessum næring eða þessum hitaeiningum fyrr í daginn, bara það er ekki gott að vera borða nógakrók klukkan 10, 11 og 12 á kvöldi, það sést bara utan á hann. Ég hef sagt það í gríni á fyrirlestum, nógakrók væri betra klukkan 8 á mótnana. Þú ert að fara að hlaupa út í daginn eða vera eitthvað á ferðinni. Ég meina, ef við talum um blóðsökustjórnun annað, bara það er því betri nýting á þeirri skrýtnu orku heldur en á kvöldi, en það er enginn sem að hlusta á þetta podcast að fara að fá sér nógakrók með mjólk á mótnana, sko, en ef við viljum spá í blóðsökri þá mæl ég með því. Eða ekki, því það er ekki gott að byrja daginn Nei, en einhvern veginn alveg svo fatalt einhvern veginn viss mér að setja inn svona mikið af kolvetnum einföldum sykurum manna rétt fyrir svefnin og einhvern veginn svefngæðin verða hræðileg bara vakna svona jafnvel þunnur og bjúaður og líka með einhvern veginn ekki þá kvíld sem maður þurfti. Við getum örglega rætt endalist föstur og kosti og galla en það sem ég hef síðan kynst aðeins er að föstur henda ekki eins vel konum vegna hormóna. Já, það hefur komið bara ljós og rannsókn hefur líka stutt og þetta er þessi ein ráðgjöf líka, ég hitti fólk pör sem koma til mín, kallinn með hefur gengið vel á keto eða jafnvel keto fasta jafnvel 10-20 kíló í 1-2 mánuðum meðan konan talar ykkur 500 grömmu eða kíló alveg mun minna og þannig að það hvern manns líka mér bara halda fyrir ykkar í kílón heldur en kallandi. En ég hef glatt konum með því að fitusöfnum og konunum miklu heilbrigðari, rass og læri eru betri stað til að safna fitu heldur en kviðfitan á köllunum þannig að því leiti til og þetta er líklega bara tengt bara getnað að geta eignast börnin ef konu verður of léttar þá gengum erfir að eignast börn og líka að verður þungar þannig að þetta er eitthvað líka minna það er að stilla af því sem ég sko mann alltaf þegar maður reyna að vinsa út upplýsingar hvað er rétt og hvað er ekki rétt eða satt og rétt að ástæðan fyrir því að fastan henda konunum ekki eins vel sé svo að þegar við fáum ekki mat í langan tíma þá fer líka minn í eitthvað svona pínu panik mót af því að hormónin okkar einhver hormón sveiflast upp og segja bara það er hérna einhver hætta framundan, það er einhver mataskortur og fyrir að halda í allt sem hann hefur nú þegar og vill ekki, þetta er einhver útskýring sem ég hef einhver stað sko. Ég geti kvittað undir það og þetta en svo veit maður ekki eins og það er náttúrulega rosa mikið bara almennt einhverju svona miklu sveltikúrar eða fara í strangt mataræði en ástæðan fyrir mikið af því fólki sem er miklu ofþyngd er búið að það er alveg með aga og hefur reynt ótrúlega marga kúra en það kemur bara þetta hormónin eru bara í brengli þegar það verður eitthvað að svelta þá fara bara listárhormónin að stað nú bara þú ert ekki bara að lifa þetta við erum að keyra upp einhver orku það vantar orkuðin á kerfið og bara ég keyri svengtíðinu upp á öllu valdi en þetta er einn ástæð fyrir að fólk bara út af hormónun það nær ekki að halda þetta út sko og það er okkur svipað hana með konur að það er of mikið svelti að það keyra upp að það er að komin orku. Nú ertu með fyrirlestra á heilsustofnun er einhver fyrirlestur sem að þið finnst svona skemmtilegur en annar og þið langar kannski að deila svona með okkur og þessum eru að hlusta þannig að þið geti komið sér að stað rosa margir sem ég er með ykkur 4, 5, 6 fyrirlestra erfitt að við getum bara margir hvað svona þingjust þeir eitt fyrirlestur mjög gaman honum við ekki byrja ingangunni því við þingjumst í gríni þegar við borðum og mikið og hreyfum okkur og lítið eitthvað svona einfaldast skýringin en það er ekki alveg svo einfalt og það er rosa miklu fordómar í þjóðfélaginu í dag við kynst fólki í mikilli ofþyngd og hann á Reykjalundi með fólki í mjög mikilli ofþyngd og ég var með þess heiðus aðnjótandi eða ekki þegar ég var í mastersunum í Danmörku þá klæddi ég mig í svona fattsút og var
sminkaður sem 200 kílóa maður og fór út að labba stræti Kaupmannahafnar og tók strætó í metro og annað. Þetta var erfiðasti dagur lífsmins að því ég hef aldrei orðið fyrir miklum fordómum og augnagotum og eitthvað svona hnussi og ég fór alveg heim og grét bara í fangi að unnustu þess tíma einhvern veginn og ég, horfið tilbaka þá þetta bara erfiðasta lífsins sem ég fari í og ótrúlega verðmætt fyrir mig að starfa með fólki, ég hef ekki verið 200 kíló sjálfur en að vera svo vinna með fólki sem að upplifir þetta og hvað þetta hvað maður skilur að þetta fólk loka sig bara og vill ekki fara í sundið og það bara einhvern veginn, þú ert bara auðlið sem ennir ekki að hreyfa og borðar bara óvöld, þú ert bara heimið einhvern veginn og þannig að, og ég, að því lítið beri mikla virðingu fyrir fólki sem of þungt og að hreyfa sig og það, þannig að það finnst mér svona boðskapur og ég er mjög gaman að tala líka á fyrirlestur hægðir. Gert má grín við ég held ráðstefnu við náttúrulega fyrir sem þarma með sjarma ég veit ekki hvort það munið þeirra bók fyrsti kafli á þar að væri að kúka vitlaust við ættum að kúka í svona djúpri hnébauðstöðu eins og hún fætt til að gera en við hönnuðum eitthvað grói klósett svona gull húðað eitthvað þetta hann röng hönnun þetta vitlaust af okkur það myndi ekki hætta leiðleika okkur meira ef við myndum hafa hægðir í djúpi hnébauðstöðu alveg fram á síðasta dag eitthvað neina. Það er svo lítil börn með bleið að gera, þau bara fara út í hotn og setjast. Böðva endaþarminu sem kemur sér fyrr út, það er eitthvað vandræði við meldingun og annað, og þá fer þetta fyrr út, þannig að það er svolítið svona. En talandi hægðir, af því að nú mataræði stjórnar hægðunum okkar bara alveg bara mjög mikið, bara, ég veit ekki, prósentu, en ef einhver að glíma við hægðatrægðu, hvaða ráð hefurðu? Þá kemur aftur svolítið á heilbrigt líf. Ég myndi segja að heilbriðar hægðir, heilbrigt líf. Af því að hægðirnar eru svolítið, þú ert að drekka nægan vökva, þú ert að borða trefjaríkt fæði sem hjálpa til að gera hægðirnar góða, þú ert að hreyfa sem heldur meldingunum gangandi. Sálarlífið er stöður lagi af því að maður til dæmis kvíðin þá fyrir eitthvað niðurgangur en svo þunglynd og annað harðlífi. Þannig að ég held svona allir þættir heilsunar er svolítið góðu lagi ef að hægðirnar eru lagi. Þannig að ef að hægðatræði þá myndi ég vilja að fólk kæmi inn meiri vökva, oft vökva skortur, það er ekki verið að drekka nú vatni við daginn, komin meiri trefjum til að svona, sérstaklega vassleysuna trefjum til að mýkja þetta og það, ávisti gremmiti og það, fara að huga sálatetrinu, góðgerlar gætu hjálpa til, en náttúrulega líka komin trefjón, þannig að ekki að ganga heilu dagana með hægðatregðu eða niðurgang, það er mjög hættulegt og ekki sjálf greina þig með hægðatregðu, ekki að keyra á laxopela dropum eða mikrolax alla daga til að halda þessu gangandi, það getur verið eitthvað að kerfinu, panta tími á meldingasérfræðingu að fá þetta skoðað og þá tími á mér í framhaldinu til að breyta matræðinu ef það er ástæðan fyrir hægðatregðinu. Þannig að og það er eðlilegt að hafa hægðir einu svona á dag. Já, venjuleg melding væri einu svona dag, ekki hart, ekki og lind, sko. Ég er algjör klukka að nefna bara svona, þá er ég fyrir út á daginn bara, á mótnana. Það var eitthvað skrítinn dagur eða það næst ekki eitthvað. Og ég var með svona, hvað er skrítið að segja þetta? Ég kúkaði bara heimi á mér. Ef ég fór í skólan, ég fór til Danmörkur, ég var eitthvað 12-13 ára, í heila viku, ég kúkaði ekki allan tíma og bara kom heim bara finally. Þetta er þekkt. Þetta er alveg þekkt sko, bara svona. Hún Elva sem var hérna í hérna öðrum þætti, hún er með mjög skemmtilegt TikTok og hún tók þetta fyrir, þegar hún er sálfræðikennari, hún tók fyrir af hverju þetta gerist. Einhver tíma núna í sumar og mér finnst þetta mjög áhugavert hérna. Þannig ef að fólk vil vita af hvað er að gerast í sálinni, af hverju við kúkum ekki í sumarfríinu eða hvað sem er. Já, þá er það bara þessi vanafest að hún fer bara frá dollunni þinni. Ég vann í 5 ár sem flugfreyja, ég held ég hef aldrei kúkað í flugvél. Nei, ég hef aldrei kúkað í flugvél, heilsu ekki, kúkum aldrei í flugvél. Þetta verður nýjasta fyrirsögn. Nei, þetta er alveg rétt sko, en sem betur fer finnum maður að þegar allt er í jafnvægi þá er þetta akkurat bara leiðum að vakna á mótnana og áður maður fyrir út í daginn. Þetta er svolítið hægt að vita bara ef það er eitthvað rangt í gangi með meldingun og mataræði, þá er það hægðirna sem segja bara. Og svolítið þegar rútínan fer eins og nú er suma fyrir reyndar að ljúka búið að vera, en þá allan ég finn það á sjálfum mér að brenglast þetta eins þessi rútína með hægðirnar, það er bara
verður breytinga á reyfingu og mataræði og svona, rytmin allt öðru þessu og dollan heima heldur ekki til staðar en ég er ekki alveg upp slæmur var því ég var yngri þannig að þetta getið þetta alveg sko. Gott. En talandi að því við erum aðeins búin að nefna þarmaflóruna. Ég veit að þú hefur mikinn áhuga á henni. Já, mjög mikinn. Mér langar svolítið að fræðast það og örugglega margir sem að hlusta. Já. Þarmaflóran heilt líffæra kerfi bara. Það eru fleiri frumur, það eru fleiri örverur í þessu líkama okkar heldur en alla frumur líkamans. Það eru 10 sinni fleiri örverur þannig að mætti alveg segja að vera meiri örvera heldur en frumur. Já. Og að gaman að sjá að þarmaflóran öðlast svona meiri sess innan heilbrigðisvísindana. Þetta var ekkert sérlega mikið talað bara hluti af eiginlega bara ekki talað þetta var bara eitthvað kerfi sem við sem ekkert hvað gerði en núna er komið ljós að þetta er ótrúlega mikilvægt kerfi. Þarmaflóran okkar býr til ýmis vítamín, B-vítamín, K-vítamín, það getur bætt meltinguna, þetta er stór hluti ónæmiskerfin okkar. Býtir svona stuttkeði fitusýru sem nærir meðal annars þetta kerfi. Það er verið að tengja þarmaflóru við þunglindi, þarmaflóra sykursýki, þarmaflóra ofþyngd, þannig að og það er að fara milljarðar í að rannsaka þarmaflóru núna. Og nú ætlum ég aftur að horfa í kristallkúluna eins og með sykursýki mælan sem allir verið komið eftir 10 ár. Eftir 10 ár komið til mín í næringaráðgjöf ef ég ekki út brunnina, þið hlusti aldrei á mig. Og þá munið skila til mín svona saursýni og ég mun sendi þetta í greiningu á þarmaflóru og þetta mun gefa mig tækifæri til að teila mig til að klæðskerast niður miklu betur mataræði fólks. Þá er líka til að reyna að bæta þarmaflórun en að auka eitthvað vissa gerla og kostna eitthvað annar þannig að ég held að það verið skemmtilegi tíma þegar við getum farið að klæðskera meira mataræði, klæðskerast niður meira mataræði fólks út á þarmaflórunni. Það er orðið rosa vinsæli núna rosa góðgerlar. Annað hvað maður að taka góðgerla en ég vil svolítið benda þá, sjálfur tekið góðgerla nokkuð reglulega en muni líka næra þarmaflóruna. Það er ekki nóg að fjölga hermónum hana niðri þau voru að gefa mig eitthvað að borða og það eru trefjar og það eru baunir og það er eitthvað næring fyrir alla þessa góðgerla þannig að hafið það í huga að gott fæði og trefjaríkt og annað er líka næra og smá svona minna gerilsneitt og ein ástæðan fyrir að þarmaflóran okkar er ekki að góð og var fyrir einhverjum áratugum að við erum orðin svolítið gerilsneitt, við erum að borða svolítið mikið verksmiðju fæði, við erum að borða fæði sem bara öll vinnslan og öll þrávarnarefnin og allt sem við setjum í þetta er að skemma svolítið náttúrulega góða vöru sem er góð fyrir þarmaflóran. Við borðum smá mold, tökum gulrótinu upp úr garðinum aðeins skólum hann og borðum hana. Við erum komin svolítið langt frá upprunum eins og við erum gerð til að borða nær okkar jörðu. Og ég hef gaman að búa til grænmeti sjálfur með lítinn kálgarð út í á mér. Og sérstaklega núna haustin er gaman að taka þetta upp og búa til eins og súrkál sem er gott fyrir þarmaflóruna, rótulega auðvelt að búa til. Það þarf engin aukaefni, það er vatn, salt og káli sjálft og þú er komið með súrkál. Skerðu þetta niður, brýtur þetta svolítið vel niður, litla bita og setur saltið yfir, lætur þetta liggja eins og kremur þetta eins og fær vökan úr þessu. Setur þetta í krukku, lætur vatni yfir efsta hlutanum. Lætur þau upp borðið í 4 daga til 2 vikur og því lengur sem þetta er því súrara verður og þú er komið með súrkál og bara sparaði fullt af penning alveg fullt af, alveg rándýrt út í búð með eitthvað svona lítinn kálgarð eða komið fullt af kartöflum sem heldur og getur ekki geimt eða kál eða róur eða eitthvað sett eplin er farin að skemmast blandaði því við róur eða eitthvað og búið til gott súrkál eða þannig ég meina sauerkraut þekkt í Þýskalandi, Austur-Evrópu og það þetta var bara að koma fullt að grænmeti ávöxtum. Við erum ekki að geta geimt þetta í allan vetur næstu 6 mánuði þannig að þetta er bara leið til að geima það og bara frábær leið til að efla þarmaflóruna líka. Þannig að geri það börnum mínum pörsabjósa þarmaflóru og talandi góðgerlana þeir eru rosa mismöðandi virkni. Það er sniðugt svolítið að skipta á milli tegunda. Já, bara farðu úr hvað við kallam próbímagi, farðu svo yfir í ná 25 miljardar, svo ætlum ég að prófa hérna og Birna Jörð Abdóm er komið nýtt, þannig að við erum svolítið sniðugt að viðhalda fjölbreytninni með því að vera ekki alltaf í föstu gerlun og mikilvægt að leggja áherslu að það, ég veit að sumir næringarfræðingar, sérstaklega gamla skólan, finnst þessi bylting með að koma bara en góðgerlun bara
borðum bara gremmiti og lifum heilbrigðu lífi og þá kemur sér þarmaflóra sjálfum sér, en ég held að þessi góðgerla, sérstaklega sem nútíma lífirna sem allt orðið svona gerist neitt annað, geti alveg hjálpa okkur, en hafi bara í huga, þetta ekki, þú tekur ekki eitt góðgerill og bara ert að bjarga heilsunni og meldingun, ekki frekar nú tekur eitthvað fæðubótarefni og þú alveg heilbrigð og líka þess að vinna fyrir þessu með því að borða trefja og þarft að hreyfa og þarft að huga andlegu liðinni, þannig að þetta svolítið svona, getur hjálpa til að auka á það, sérstaklega í þessu mikla vinslu umhverfi sem við mat í dag. Nú hefur verið mikið umræðinni aspartam og gerfisætur og svona. Já. Það hefur náttúrulega hræðilega áhrif á þarmaflóruna. Þarmaflóruna, það hefur sýnt sig að geta skemmt þarmaflóruna, þannig að ein ástæðan verið mætt að forðast gerfisætuefni að vera, halda sig frá þeim, og ég fer nú að verða eitthvað svona, ég hef mörg podcastviðtöl og útvarpsþætti og sjónvarpsviðtölum talandi Pepsi Max sem er með gerfisætu, aspartam annars. Þannig að ég er orðinn svona mikill andstæðingur þessa drykkjar, að því ég bara sé það svo í nefni eins, en þetta er ekki drykkur sem stuðlar heilbrigði, það virðist frekar bara því meira sem drekkur af þessu, því meira þarmar af þessu og mann einhvern veginn stelur frá mann orkun eins og bara og margir kaffibollar, eða þetta er ekki hjálpa til með gigtin eða þyngdina og ég hveti ykkur bara alla hlustendur, næstu fari í búðina hverju setja mest af þessu í körfuna sína, haldið að þetta fólk sem setur þetta með allir virðingu fyrir þeim sé í miklu heilsu eflingu eða eitthvað, minnst þetta, ég get opnað afiturunarstöð fyrir fólk í Pepsi Max fík, af því að þetta er virkilegt vandamál fyrir suma. Og ekki bara getur það svona komið orkudrykki líka. Ég ætla ekki að nefna hann í nöfn, en ég þekki eitt sem að hætti að drekka Pepsi Max og hætti að taka vörun á sama tíma. Vá. Og hann endaði með hjartslátt og truflanir bara upp á slys. Ég get vel trúa því. Þannig að farið hægt í þetta. Já. en ég finnst einmitt svo mikilvægt að við hættum þessi gerfisætum. Bara tróðu þessi allt. Hættum vera gerfi fólk. Bara verum alvöru fólk og legum okkur hvítan sykur bara sjaldnan í einhverju geggjum kökum frá eða eitthvað. Við þurfum þetta ekki, og iðnaðurinn er búin að fatta það að sykur er ekki hollur fyrir okkur, nú erum við búin að skrifa greinar og gefa út bækur og að sykur er alveg fatal upp á blóðsykurstjórnun og þyngdastjórnun og þeir taka hann úr matvörunum, hvað við setjum í staðinn, fólk getur ekki borðað skýrið sitt nema við tökum burtu sýruna eitthvað, þá setjum við fullt af gerfisætu, sætið sjálf skýrið eitthvað og jógurti með einhverjum berjum, eða þóttum myndi sjálf setja teskeið eða matskeiða sykri, þeir ekki að ná sykurmagninu sem við takst að setja mikið á þessum matvörum, þannig að ef að vera sammála það að minnka gerfisætur, vera veika alvöru fólk og líka bara ekki láta þetta þess að við vilt að selja okkur þetta sugar free, fat free, cholesterol free, eitthvað svona free, við elskum free eitthvað free, ekki bara ótsölu, heldur líka veitir eitthvað í mat, eða búið að taka eitthvað sem heldum sér óholt, þá föllum við á það, en þegar búið að taka eitthvað, en það er til eitthvað sósu sem er ekki við neinu hita, einhverjum fitu, hvað heldur svona á sósum saman, það er ekki eitthvað sem telst til matvara eða eitthvað náttúrulegs hvaða næring er í því? Já, nákvæmlega, hvaða næring er í því, veist eitthvað neginn, þetta er komið langt frá því hvað við að matur er eitthvað neginn og líka við sem lífverur, hvað við þurfum ekki eitthvað efnasprengju sem við veitum ekki alveg hvað gerist með líkamann, þannig að ég hef verið að fylgja einni sem heitir Glucose Goddess á Instagram, hún er líka að gefa út bækur, það sem búið þýðan aðraðar á íslensku sem heitir blóðsykurstjórnun eða eitthvað svoleiðis og mér fannst allt svo frábært sem hún var að segja og ég bara verið að hvetja fólk til þess að fylgja á Instagram og allt þetta, en svo kominn daginn, það sem hún var að segja að þetta er frekar að drekka diet coke en venjulegt coke eða eitthvað svona, eitthvað, þú veist, með gerfi og þá kom bara svona viðvöruna merki og viðvöruna bjöllur hjá mér bara, ekki trúa öllu sem allir segja. Nei. Þú veist, maður er svo mikið, maður hrífst með einhverjum og fá þetta frábæra upplýsingar, en maður verður að vera gagnrýninn. Alveg klálega. Og þarna var ég bara, nei, ég er ekki sammála þessu. Frekar segja einhverjum fá sér bara lítið kókglas, mjög spari, en að vera úð í sig, einhverju gerfisæti. Einu einstaklingar sem er leiðbent með fólk með alvarlega sykursýki, það var alltaf bara hellu olíu á eldinu verið að drekka kók eða eitthvað, tapvaramarkaðinu sem var sett á marka fyrir sykursýki sjúklinga eða fólk sem var, en núna held ég að vitum að
allir þessi gerfisykur ekki góði fyrir ykkur, en fólk með sykursýki kannski einu svona að leifa sér sykurlausa drykki, en það er þá sá flokku þeir sem eru með þetta mein í kroppnum að blóðsykurstjórnun ekki rétt, en almenni borgarar bara drekkið heiðalegt kalla kók sjaldan. Ef að fara aftur í gamla tíman, ég á mynda mér í fjölskyldualbúminu hjá mömmu og pappa, ég að drekka kók og svona lítilli glerflösku með lakkisur honi. Ef að vera með svona litla kók á jólum og páskum og fermingum eitthvað, og væri það ekki geggjað, ekki 2 litra kók af Pepsi Max eða kókin í skáp sem drukki á kvöldin með poppinu eða. Ég gleymi því ekki því ég sá í fyrsta skipti 1,5 litra kókflösku, þá voru það bara 1,5 litra, ekki 2 litra. Já. Þá hafði bara verið til þessa litlu og ég ólst upp í Svíþjóð og bróðir, ég man ekki af hverju ég man eftir þessu, veit ekki af hverju ég man eftir þessu, bróðir hans pappa kom með 1,5 litra kókflösku og okkur fannst þetta tröllvaxið. Það er rosalega. En hugsaður í dag er bara 2 litra svo eðlilegt, sem klára heila á einum degi. Og í kipu, þetta er bara keypt 8 litra í einu, þannig að þetta er, já. Hvert erum við komin? Ég, og eitthvað skrítist, það er gott verið til að geta. Svo fyrst sem við kannski voru aukakend, en við erum bara svo mikilvægt að fólk, það má skipta skoðun. Já, alveg klálega. Að fólk endur skoði, já, heyrðu, ég get breytt þessu eina litla atriði. Já. Til þess að líða betur. Það er mjög gott að nefni þetta, breyta einu litlu atriði og þú líka sem markþjálfi. Horfum svolítið á litlu atriðin sem verða yfir árið eða 2-3 ára á stórum atriðum eða förum að breyta ykkur litlu og smátt eru við farin að ná árangri. Í staður að fylgja ykkur brjáluð þjálfunarprógrami með mataprógrami sem er rosalega öfga sem endist í 3 mánuði ef við erum rosa dugleg. En svo er þetta sprungið, þú hlakka til að fara aftur í að fá að smakka smá kók eða fá að sleppa æfingum á laugardagsmótnum einhvern veginn og svo feitar það út í staðan að bæta smátt og smátt inn einhverjum heilsusamlegum venjum og við 2 einhvern veginn svona hugaði heilsunni lengi, við erum kannski svolítið upp einhverjum fílabeinsturni og segja almennu borgarn að það er að gera þetta, en við erum búin að gera það lengi og þetta er einhverjum vani og mér sjálfum persónulega líður illa, ég fer mikið út úr heilsunni, ég fer mikið út fyrir vana minn og langt sumafrí það sem verður mikla breytingar, matar er ekki eins og vanalega, þá við erum að tala við fólk sem að líður kannski þannig alla daga. Þannig að komið upp í turnin okkar. Já, nákvæmlega. En það er akkurat eins og þú varst að nefna að, og besta ráð sem ég hef til fólks er að hugsa að bæta inn góðum venjum. Ekki alltaf vera að hugsa að taka eitthvað út og sleppa. Að því leiðu fyrir að bæta inn þá bara fer hitt sjálfkrafa smám saman út. Já, hugsa að velja hvað hreyfing lætu þið líða vel, líkamlega og andlega. Jú, æfingar taka stundum á, en er þetta eitthvað sem er komið til að vera? Í hreyfingu, farið í hreyfingu sem að þið finnst gaman, ef eitthvað vinkonur er alltaf að draga þið í spinninga eitthvað, þið finnst þetta alltaf bleiðilegt, viltu bara hætta núna. Og saman með mataræði, ef þið finnst þetta ógeðslega vond, jú, þetta er bragðlauka þjálfan að reyna 20 sem hún ekki. Ef þetta er ómikið umstangu þá veist alveg þetta er bara eitthvað uppskrifta brjálæði sem endist bara í 3 viku, þá er þetta ekki komið til að vera. Góður hluti gerast hægt. Já. Það er bara þannig. Mér langar kannski að spyrja svona aðeins að lokum og sko varðandi börn og næringu. Já. Hvað, sko, að því nú fá flest börnin okkar mat í leikskólanum og grunnskólanum, ef ekki bara öll. Já. Mér finnst svo ofbærslega mikilvægt að það sé vandað þar, að því að ef þú byrjar að borða vel sem barn, þá er miklu líklega að þú haldir því áfram sem fullorðinn einstaklingur. Líka bara byggja grunninn heilbrigðan einstakling og líka bara þú komið góðum venju. Hvað getum við gert til þess að tryggja að börnun okkar fái sem besta næringu? Vá, þetta er svakalegt börn. Og þetta síðast spurning. Já, ég skilja það. Það er ekki tíma fyrir hafa nógu gott aðgengi að þessu, að það líka leggja svolítið fjármagn í þetta. Menna bæði skólayfirvöld og bara þeir sem stýrir svo landi þurfa bara að sjá hvað matur skiptir miklu máli, að það sé virkilega heilnæmur og hollur matur í bóðu leikskólum og grunnskólum. Þessin í framhaldsskólum líka, og það er svolítið vel útbúið að það er að gera matinn svolítið skemmtilega, þess að það er líka að leggja svolítið fjármagn þá sem er að matreiða þetta og það, og að taka minnka aðgengi. Ég er ekki eitthvað kommunista ríki eitthvað, en líka á móti því að auka aðgengi þessu, þá held ég
aðgengi að óhollari matnum myndi þá líka bara svolítið að feita frá þessu hollara. En þetta krefst langs tíma að ætla að taka kókapöfsið að barninu á mótnana og setja eitthvað holla morgunkorni að hafragraut. Ég meina þú komin að bragðið á kókapöfsinu þá held ég að þetta getur verið þess að tala um grunnin, menn að byrja snemma að hala börninu hollu fæði, það er eitthvað svona þau eru vön og þekki ekkert annað og það, þannig að en það samkvæmt landskönnun á matar Íslendinga þá innan við 5% íslenskra úlingsstelpa sem borðar fisk einu sinni í viku, þannig að mér finnst það svolítið sjokkarandi. Ég sé þetta ungum dætur mín líka eftir að hætti í leikskóla og byrja í skóla, þá einhvern veginn var fiskur bara eins og þessi bara eitthvað svona rætt í matsalum í grunnskóla bara, stelpur muni fiskur vondur, eitthvað svona heilaþóttur, ekki borða fisk segja mamma og pappa að fiskurinn sé vondur. Það mér finnst það eitthvað, já, mér finnst það alls sorglegt eins og þessi fiskveiði þjóð sem hvað fiskurinn er mikilvæg fyrir okkur sem próteingjafi, sinkjafi, hann er geggja góð næring, en hans í orðið eitthvað svona bara, þetta er bara einhvern veginn vont og öll kategórin af fiski sé bara farin. Jú, gleymi einu tegunda fiski sem úlingsstelpur borða, það er hérna sushi. Að borða sushi, sem er kannski, já, betur en ekki neitt. Er eitthvað sem þið langar að bæta við svona í lokin? Vá. Já, Erla var að segja við séum öfgafull, ég vil ekki segjum öfgafull en tökum einn dag í einu og líka þetta líf er orðið svolítið þægilegt ef að fara að taka brekkurnar aðeins, ekkert of erfiða brekkur, en til þess að við náum árangri í lífinu og lífi veluna það sem gefast ekki upp, þá þurfum við svolítið að fara að horfa á þessar 5 hæðir sem ég vinn upp á 5. hæð. Ég ætla að fara að labba þessar tröppur í staðan fyrir að taka liftuna, því að ekki að það er ógeðslega þægilegt og ég var ógeðslega móður eða móðið eitthvað, bara að þetta mun styrkja þól mitt og auka hreisti mitt og að þetta er einn brekka sem getur hjálpar, að þegar þú fer upp brekku þá ferðu brekku niður líka, þannig að heilsuefling sé svolítið svona að maður þarf að taka brekkuna aðeins að fyrir þessu, en þú munt frá niðurstreymi og niðurstreymi verður þá brekka niður, hamingjusamari, heilbrigðari þú og bara í því formi sem þú vilt vera í einhvern veginn. Tökum brekkuna bönnum. Þetta eru frábær lokaorð. Alveg frábær. Takk fyrir að koma. Takk. Takk fyrir að deila viskuðinni með mér. Takk. Og okkur. Takk, bara takk sem leist, takk fyrir að vera til erla. Bara minna fólk á, við erum í lífið í lúkun. Heldur betur. Þetta er okkar ábyrgð. Það er engin annar að fara að gera þetta fyrir mig. Takk. Takk æðislega.